Jæja, Björgvin Halldórsson, við erum hérna á heimaslóðum Hljóma, Rúnars Júlíussonar heitins vina þíns. Já. Og hér er verið að setja upp mikla sýningu þig. Hvernig er tilfinningin að vera í Bílabænum? Nú er maður loksins búin að meika það, sko. Já, Ha? Já, það er gaman að koma hérna. Mér finnst þetta alveg til sko, bara æðislegt hjá Bílabænum að halda þessu úti á meðan verið að loka söfnum út allan bæ. Það er bara að vera stoltir af þessu og við erum stolt af ykkur. Þetta er bara æðislegt og þetta er vel að þessu staði. Tómas og Kóðir sjá svo vel þetta og mér finnst bara gaman að geta loksins tekið þátt í þessu af því ég átti nú svolítið þátt líka í sögu margra sem að koma hérna fram eins og snillingarnir hérna í Hljómum sko. Loksins komst ég í Hljóma. Já. Hvernig er líka svona tilfinningar að fara að núna það er verið að taka saman ferilinn í einni sýningu? Er þetta ekki svolítið ókveikjandi ef ég spyr þannig? Jú, þú getur alveg spurt það. Maður kannski líður eins og safngripi. Ungur árum ennþá en það að vera að taka saman svaka ferilinn hérna og... Sko, þegar svona er tekið saman þá gerir maður þessu grein fyrir því býtu, er ekki allt í lagi með þennan mann? Sko. Ég meina, hvað er í gangi? Sko? Hvað maður er búinn að gera í gegnum tíðina? Sko? Það er ótrúlegt. En að gera allar þessar plötur hérna sem eru á veggnum og allt þetta gerir maður ekki einn. Þetta gerist bara af því maður verður svo heppinn að vinna með svo frábæru fólki sem að, sko, maður stendur á herðunum á risum, sko. Og hérna, það er náttúrulega bara alveg æðislegt. Þetta er svolítið sérstök tilfinning og líka gaman að þessu. Það er verið að setja hann upp og hún verður tilbúin á laugardaginn. En segðu mér nú aðeins að við förum aðeins kannski út í ferilinu og ég veit að þetta er erfið spurning þegar ég sé hérna fullt af plötum frá þér og þú ert búin að vera svo lengi að ég get ekkert spurt í hvað þið þykir mest væntu með það eða hvað er best. Það er ekkert hægt, ég get ekkert spurt hann. Nei, það er ekkert það, sko. Það er búið að gera þetta var gefið út og þetta er farið út í eterinn, sko. Já, ég veit. Og allt svona, en svona það eru ofsalega góða minningar við flesta þessu. Svo HLH, Vísnaplöturnar, Brimkló, svona geti ég haldið áfram. Og Hljómarnir, Hljómarnir hérna. Segðu okkur aðeins frá því, hvernig stóð það því að þú dast inn í Hljómann? Þetta var svolítið gaman, sko. Þannig var að ég var náttúrulega byrjaður að umgangast, sko, bæði Rúna, sko, ég byrjaði náttúrulega á því að elta Hljómann upp á Keflavíkurvöll, sko, ég og Óttar Felix. Og var í Pólaklöpp og svona sjá þá syngja Beach Boys og svona, við eltum það, þá var ég ekkert byrjaður í bransanum. Nei. Og svo ég og myndasafnaði það sem ég fórum að heimsækja Rúna heim til þess í litla herberginu á skólavíðinni. Varstu þá ekkert byrjaður í tónlist? Nei, þá hafði ég bara áhugað, var að músíkáhuga maður. Og svo fór ég að tala við Gunnar og svo, ég álpaðist bara þá því að ég hérna fór svona að vinna með þeim og að umgekkst þá mikið og sérstaklega Gunnar. Og svo fara þeir í þessa plötu, Hljómar 74 og fara til Bandaríkjanna og taka upp þessa plötu. Og Birgir Hrafnsson er líka í bandinu, í rauninni í bandinu og kemur líka út. Og ég syng hérna eitt sólólag og syng í röddum og svona og svo komum við heim og ég man alltaf þetta er 74 sko. Það var rigning og örugglega einhver kreppa. Það var einhver kreppa, enn einn kreppa. Og hún er öll á ensku þessi plata og hún var ekki alveg að ná í gegn, sko. En æðið, nú er hún orðin költari þessi plata, sko. Og hún er náttúrulega alþingisárinu með fánalitunum hérna. Og hérna, þá fæddist hugmyndin af Lonely Blue Boys. Já. Sem aldeilis sló í gegn. Þá hugsaðum við við skulum bara gera Music for the people og syngja á íslensku. Björgvin, ef við förum frá Hljómann 74, skautjum hérna yfir skemmtilega duettplötu sem ég á einmitt slíka plötu frá þér, ekkert skemmtilega. En þá er þetta einmitt heitið á sýningunni. Þá líði ár og öld og hvað er Björgvin gamall hérna? Þarna, þú getur bara að reikna, ég er náttúrulega fæddur 1951 og þetta er 1969-70. Já. Þá sérðu það. Þetta er unglingur. Já. Og þarna er ég í herberginu mínu á Álfaskeiðinu í Hafnarfirði. En er ekki erfitt að taka saman svona sýningu? Jú, það er náttúrulega erfitt en það vill svo til að, sko að ég er nefnilega svo mikill safnari
Og byrjaði á því snemma og bræður mínu, sérstaklega elsti bróður minn, hann er nú einn bara aðalsafnari landsins, sko. Hann gefur safnarablaðið og er mikill safnari og það er mikið að dóti frá honum sem hann er bara, þú veist, skírnarvottorðið mitt. Og til dæmis upprunalegi textinn hans Villa Vill við skýið, hann skrifaður á honum. Þetta geymir hann allt. Og ég er með þetta gen líka og safna, sko. Móðir mín byrjaði að taka svona taka blaða úrklippur og svona og svo tók ég við og fór og ekki bara mér, heldur að samferðamönnum, öllum sem að sko, og aldrei bara myndin, heldur bara síðuna úr mokkanum eða blaðinu, þá kosti sér, já þessi hljómsveit að spila og þorskastríðið leið, sko, þetta er svona samtími. Og svo er ég svo mikill safnari, ég jaðrar við bilun að ég safna öllu, ég er með veiðidellu, ég er mikið af gíturum, þetta er náttúrulega nettbilun, en svo þegar ég beðin að fara í þessa sýningu, þá rennur upp fyrir mér, þarna er ástæðan fyrir því að ég fór að safna. Og svona dóti, og það vill svo til að ég á öll plakkött, ég á allar myndir, myndbönd og allt þetta dót passa upp á þetta og mínir félagar og samstarfsmenn þeir hringja stundum í mig og segja, heyrðu, áttu þarna plakkatið eða myndbandið þarna frá 70 og ég man ekki hvernig, jú, hvaða litil? Nákvæmlega. Þetta er bara allt til. Það verður einhver að sjá þetta. Já, en hérna aðeins þessa gítara, því að í mínum huga einhvern veginn sé ég alltaf sem stór söngvara, en þú náttúrulega ert liðtækur á hljóðfæri líka. Já, ég er bæði gítarleikari og gítareigandi. Já. Og þetta er nú, sko, ég held ég eigi núna svona 46 gítara. Og ég byrjaði á þessu svona, að því mér finnst þetta bara svo fallegi hluti líka. Þetta er svo flotti bílar, skiljum við. Og ég byrjaði, og þetta er ekkert slór þessi gítarar, þetta er allt top of the line gítarar. Og ég byrjaði að safna þessu og þetta er svona bara smá brot, það áttur að koma hellingur inn í viðbót. Og alltaf að sýna þetta allt saman? Já, sko, ég ákvaða, sko, ég er með geimslur.com, ég er með fullan bílskoradóti, og þú veist, það er betra bara að leyfa fólki að sjá þetta, heldur en að hafa þetta bara allt undir lás og slá. Segðu okkur aðeins frá þessu fatnaði hérna. Þetta er nú bara svona smá brot af þessum fötum sem verða hérna. Þetta er hérna í fræga, ef þú manst eftir umslaginu með Elvis, 25 million fans can't be wrong, Gold Lameis úti. Þetta létu sauma á okkur H.L.H. Já. Þegar við vorum á flottum, H.L.H. var svona skemmtiatriði, Hall og Laddi og ég, og við vorum allir í svona fötum. Bara alla bakka. Frábært, þetta er alveg magna. Já, svo áttum við svona rauð til skiptana, sko. Já. Og svo er hérna, og svo var leðrið alltaf vinsælt, sko, þetta er orginaljakkinn minn. Og svo eftir að koma fleiri, sko. Já. Svona föt sem ég hef verið í bæði sjónvarpi og svona. Og Change, ég man nú eftir Svo er það Gallinn góði, maður. Þarna ætluðu þið að fara í útrás og ætluðu... Við fórum í útrás. Já, fóruð í útrás, já. Og þarna voru einhverju söðunni sem er með þér? Já, heldur betur. Maggi Þór og Jói Helga, Siggi Karls og Biggi og Tommi Tom. Og þarna voru menn grannir. Þetta er magnaður galli. Þetta vorum við bara, við gerum samlingu í maí, komum fram með Bay City Rollers og svona og þetta var trendið. Stóri skór og svona, við vorum bara drifnið til klæskera, tekið mál bara og sauma á okkur og í gallan og bara svona eigin að vera. Já. En hafa menn eins og þú sem eru búin að vera ná miklum árangri í þessu, þarna var þessi draumur svona, hvernig ef þú horfið tilbaka, hefði eitthvað annað geta gerst eða voruð þið stutt frá því eða var þetta kannski bara eitthvað? Nei, þetta var mjög flott. Frændi Magnúsar Sigmunds var að styrkja okkur. Hann var svona kostandi fyrir bæði trú á þessu og hélt okkur uppi og við náðum samningi hérna. Það vísum var Maggi og Jói búnir að ná svolítið sambandum hana og við erum á samningi og gerum heila plötu sem aldrei kom út. Kom bara 2 litla plötur út í miðju þorskastríði og hérna var ekki mjög vinsælt í Grimsby, sko. Og síðan bara tók þetta tíma og menn áttu fjölskyldur heima og svona og svo vorum við orðin svo blankir maður. Ég man alltaf eftir því að það var komast þeir tímar og menn voru bara spurningum hver myndi vakna fyrst á móttanum til að taka síðasta vítabyxið, sko. Wow. Svo þetta flosnaði upp og við fórum heim.
En síðan fór ég aftur út og við gerðum vísnaplötuna og Ingimundur Jensson og ég fann hús handa Gunnar Þórðar og ég bjó hérna í 2 ár, sko. Og söngina með stöðmönnum, tætum og tryllum og allt þetta, sko. Þannig að þetta er mikla að taka fyrir þessa sýningu. En það segir hún mikið, þú veist, og líði ár og öld, þetta er alltaf gott heiti. Þó líði ár og öld, það er líka gaman að segja frá því. Það er lagið sem sló fyrst í gegn og lifir ennþá góðu lífi og er svona signatúrlag fyrir mig. Og textinn, sko, stóð alltaf á plötunni að væri eftir Kristmann Vilhjálmsson. Og það var dulnefni, það var Hrafn Gunnlaugsson. Já. Hann gerði þennan texta og svo var ég einu sinni á ferðum á Akureyri, það er nokkrum árum síðan, gott ef ekki ennþá, þá átti Bautinn, þá átti afmæli og þar var í gluggunum, þó líði ár og öld, Bautinn. Stólið sér. Þetta er gott slókan. Já, gott slókan. Já. En svona, bara, ég fer að sleppa þér, ég veit að ég var að spyrja þér við spurningum með uppáhaldsplötuna, en þetta lagið eða eitthvað eitt lag svona sem að þú myndir segja að væri bó númer 1? Já, ég meina það er ekki. Ég veit að það er ég er búinn að hljóðrita bæði sóló með öðrum yfir 900 lög. Já. Sum eru kannski ekki eins góður svo önnur en ég er ennþá að taka upp en þó líði ár og öld er svona fyrsta hittið. Svo eru lögin sem að ég hef samið sem ég held svolítið upp á. Það er Skýið og Vertu ekki að plata mig, Riddari götunnar, Útvarpinu heyrði ég lag. Ég meina, þú veist, held upp á þau. Þannig að þú ert ennþá að og þú veist, alveg á fullu, þannig lag? Já, ég er bara rock till you drop. Já, akkurat. Það er bara málið. Og menn eldast alveg vel í þessum bransa? Sko, það er bara löngu sanna, sko, að tónlistin hún lengi lífið og heldur þig ungum í anda. Ég er alveg klár á því ef ég væri bara að hreinsa borð og járn, þá væri ég orðinn svolítið þreyttur.